Ágæta samkoma. Ég þarf að segja frá bara dálítið lífinu eins og það var þegar að þessar framkvæmdir voru í gangi. Hér stöndum við hjá minnisvarða aðstæður á fyrri tíð. Ég fæddist og ólst upp í Svínafelli og ef það væri ekki þessi blámi það sæju bæina hérna upp í hlíðina, Svínafjalli. Ég var komið fasta fermingu þegar ég komst í fyrsta skipti út fyrir Skeiðará. Það var skólaferðalag út í Vestursýslu, lítið í vötnum vorið og fært fyrir landróvera. Við sáum mikið í ferðinni, sveitirnar vestra, áður ímynduð byggðarlög, hafðum þó lært nöfnin. Það er ljós á sandinum, hvað stundum við? Einn og einn bíll kom yfir af og til og fréttist yfirleitt hljótt í sveitasímanum hver var á ferð, kannski Heiðar og Gísli með flutning. Við getum rétt ímyndað okkur hvort ekki hafi verið framkvæmda hugur í Öræfingum þegar brýr fóru að koma í röðum yfir árnar í sveitinni. Fólkið sem þá var á blómaskeiði upplifðu tímana tvenna varðandi samgöngur. Það var ekki alltaf hægt að fara ríðandi yfir stærstu árnar þegar mikið var í. Langt skeið sáu fylgdarmenn jökulveg yfir sporða Breiðamerkurjökuls og Skeiðarárjökuls eða í 60 til 70 ár frá því um 1870 og framundir 1930. En upp úr því fóru að koma möguleikar að ferja yfir Jökulsárlón sem að myndaðist þegar jökullinn tók að hopa. Og svipað leyti voru stórir trukkar komnir til sögunnar sem réðu við vötnin á Skeiðarársandi nema þegar sumarvatn var of mikið. Þannig voru samgöngurnar landleiðina þegar ég man fyrst eftir. Ferjaði við Jökulsá og stopular bílferðir yfir Skeiðarársand en þá var búið að brúa 4 erfiðustu árnar í gegnum sveitina. Og þarna var komið áætlunarflug á Fagurhólsmýri svo að þetta hafði nú lagast mikið. Bílaöldin var hafin, bílum fjölgaði smám saman og hestareiðirnar voru ekki allsstaðar hentugar fyrir þá. Það urðu því stórstígar framfæri hér í sveitinni árið 1965 þegar brúarvinnuflokkur Jónasar Gíslasonar hafði tjaldbúðir og skúra á Austurbakka Svínafellsár og verkefnið var að brúa flestar árnar sem eftir voru milli bæjanna og gátu talist far af tálmar. Þá var ég 10 ára og man svona dálítið eftir þessu viðburðaríka ári. Það var mikil bylting fyrir sveitungana að fá þessar viðbótarbrýr á einu sumri og komast þar með óhindrað milli allra bæja sveitarinnar. Í mínum huga og mínum litla heimi þá var þetta sumar eitt stærsta skrefið í samgöngum fyrir lífið í sveitinni. Mér finnst það eiginlega enn. Allt félagslíf var auðveldara, samvinna og samband milli heimila og ekki má gleyma því hvaða áhrif þetta hafði á skólastarfið. Því að nú gátu flest börnin notið heimanaksturs í stað þess að áður voru þau flest vistuð á heimilum nálægt skólanum ásamt kennaranum. Þessar brúarframkvæmdir tengdust nokkuð mínu heimili því að faðir minn var vegaverkstjóri sveitarinnar og auðvitað kölluðu nýjar brýr á nýja vegi eða að minnsta kosti lagfærða. Vegna þessara tengsla var oft gestkvæmt á heimili okkar þar sem margir áttu erindi við pabba á þessum framkvæmda tíma en ég man mest eftir þessum brúarflokk við Svínafellsá vegna nálægðar. Þetta vor, 1965, komu flokkar að sunnan á meðan lítið var í vötnum vegna efnisflutninga og undirbúningsframkvæmdanna og þurftu þá oft einhverja þjónustu með fæði og jafnvel gistingu þar til búið var að koma upp tjöldum og aðstöðum. Gjarnan var leitað til foreldra minna með þetta vegna þeirra starfa sem pabbi gegndi en stundum var stórum hópum skipt á Svínafellsbæina.
Alltaf þótti sjálfsagt að greiða fyrir öllu því sem hægt var, enda var þessum verkefnum fagnað og við sjáum það núna að þessir gestir voru hingað komnir, má segja, til að færa okkur framtíðina. En vissulega var mikið uppvask suma daga og nafnalista má lesa í gestabókum. Það var eldhús annríki, fátt kom úr búð, stórir pottar, brauðin bökuð heima, flatkökur og kaffi meðlæti. Kaffið kom ekki tilbúið, brennt og malað heldur kaffibaunirnar sem voru brenda í bakarofninum og síðan malaðar. Unnið mjólkinni, skyr og smjör og allir bjuggu að sínu. Áreiðanlega eldhúsannríki líka við Svínafellsá. Þorgerður og Guðríður, kjarnakonur þar, ásamt aðstoðarfólki og þeim fylgdu börn sem stundum komu heim á bæinn. Minnisstæður er mjólkurpósturinn þeirra. Kom gangandi með mjólkurbrúsa í hjólburum heim á bæina eftir morgunmjaltir, fékk hann fylltan og ók þannig mjólkinni tilbaka. Ég á minningu vörubíl að koma á 17. júní útisamkom með fulllestaðan pallinn af spariklæddum mönnum úr brúarflokknum, hvítar skyrtur og svokallað lakkrísbindi. Örugglega ekki minna spretthærðir en heimamenn í boðhlaupi á stígvélaskóm sem svo voru kallaðir, auðvitað allir á spariskónum. Þeir hafa látið muna sig í fleiri keppnisgreinum og svo hefur verið dansað á danspalli kvöldið við harmoníkuleik og alveg áreiðanlega hefur verið hér danspallur við vígsluna. Eftir 1965 var mikið að vera öll sumur við uppbyggingu vega og brúa. Jökulsá var næst í röðinni og svo smærri ár í austurenda sveitarinnar. Skeiðarársandur var þá í augsýn en það þurfti nú undirbúning. Á þeim tíma var Helgi Hallgrímsson, verkfræðingur, tíður gestur hjá okkur hann vann að hönnun Skeiðarárbrúar. Ævinlega auðfúsi gestur, yfirlætislaus og bar það ekki með sér hver hlutverk hans var stórt við gerð þessara risa mannvirkja. Það voru talsverð umsvif á heimilinu á þessum árum. Pabbi var á kafi í sínum verkefnum, oft út á akrinum, en væri hann heima þá var það skýrslusjórinn sem hann nefndi einhvern tíma svo. Jón bróðir mömmu var með vatnadrekann sem fenginn var til aðstoðar við Skeiðará tíma. Hann var líka veghefilsstjóri þangað til Jói bróðir tók við því en Jón keypti og rak vörubíl. Það snerist mikið þessi störf hjá fjölskyldunni. En það var líka margt gert sér til gamans og haldið upp á marga áfanga. En við krakkarnir gátum líka fundið upp á ýmsu og hér er lítil saga úr hversdagslífinu hjá okkur. Eitt sinn voru 3 mælingamenn, Ragnar, Loftur og Jón, vistaðir hjá okkur nokkurt tímabil að sumri til, líklega vegna mælinga í tengslum við fyrirhugaða Skeiðarárbrú. Þeir fengu víst morgunmat og kvöldmat og svo nesti til vinnudagsins. Við systkinin farin að stálpast og tókum oft að okkur mjaltir. Það voru 3-4 kálfar á heimatúnum. Fengum mjólkurskammt á kvöldin úti á hlaði. Svo þurfti nú að skýra kálfana. Stuttur fundur, afgreitt í hvelli. Auðvitað skýrði Ragnar, Loftur og Jón. Og ævinlega nefndir þannig saman þó að þeir ættu ekkert annað sameiginlegt við bakkabræður Gísla, Eirík og Helga, enda okkar menn hámenntaðir. Kálfarnir gengu kallinu kus að kus og þegar þeir heyrðu kallið komu þeir í loftköstum í sopann sinn þó þeir væru langt út á túni. Á sama tíma settust hinir, Ragnar, Loftur og Jón, kurteislega að borði hjá móður minni, enda fyrirmyndar piltar en líklega fréttu þeir aldrei þennan heiður þeim til handa varðandi nafngiftina við fjósið. Ég fann ekki fljótu bragði nafn þeirra í gestabókinni enda voru þeir bara sem heimilismenn. Og við systkinin minntumst þessara þremenninga ævinlega með ánægju.
Að lokum ætla ég að taka það fram að þó að þessi samfelldi framkvæmdatími í bil áratug hafi á köflum verið dálítið strembinn í okkar fjölskyldu, þá urðu þarna vinakynni sem gott að minnast og lengi héldust jólakortasambönd. Og það var rífandi atvinna fyrir þá sem vildu og gátu losað sig frá búverkum í sveitinni. Það bjart yfir minningunum þessa tíma og fólkið sem hér kom við sögu. Án þeirra verka gætum við ekki búið hér. Margir farnir á vit feðra sinna, en til ykkar sem lagðuð hönd á plóg og eruð hér meðal okkar í dag, takk fyrir gömlu dagana hjá okkur og ykkar framlag.